Góðan daginn og velkomin í þátt númer 90A hér á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Nú í dag er mánudagurinn 11. maí 2020 og ég kallaði hann á þátt 90A til þess að rétta mig af því ég taldi eitthvað staðar vitlaust þarna og ég vil að þáttur 100 sé á réttum stað þegar það þykir mér. Ég vil bara byrja á því að bjóða alla gamla og nýja hjartanlega velkomna. Það tikkar alltaf inn hér og hefur aukist slatta í þessu fordæmalausa ástandi sem við erum að gangi gegnum þessa vikurnar og mánuðina. Og sér ekki alveg fyrir endan á því. Mig er að finna sem Helga A71 á Instagram og Ravelli og svo er ég með síðuna verkefnatöskur Helgu á Facebook þar sem ég er að selja eins og verkefnatöskur undir handavinnuna og styrtivörurnar og bara það sem þetta eftir í hug. Nú, í dag ætla ég að fara yfir klár, verkivinnslu, hvað á döfinni, hvað þetta pókan, blaður og allt þetta. Blaðrið náttúrulega kemur bara þegar það kemur. Nú, bara byrja á klárunum. Ég var búin að sýna ykkur annarkot uglupókan í síðustu viku, ég man ekki hvort, en þeir eru orðin 2. Af því þegar að maður á von á tvíburabörnum og þá þarf að gera 20 af öllu. Sem er nú pínu áskorun fyrir konuna sem að vill helst bara gera eins og einhverja uppskrift, en það er samt að breytast. Ég nota alltaf Big Merino frá Drops. Þá þarf ég ekki að nota garnið 2-falt og ég er að nota tæplega 3 dokkur. Ég sýkkaði þessa pínupónsan ekki mikið og eftir að þvo þá tók hann náttúrulega úr þeim líka. En þó þú myndir bæta við 4-5 cm 6-7 þá alveg eiga þessar 3 alveg að duga, allavega hjá mér. Þannig ég er búin að gera púpupókana eins og við köllum þá hér. Þetta er svona, bönnin er eins og litla púpur þegar það eru komin í þetta. Og svo er ég búin að gera peysu og húfu á einn tvíburan sem að verða svona þetta allra fyrsta. Ég gerði minnstu stæðirðina úr heimferðarsettinu í ljúflingum og fór niður prjónanúmer á prjónunum. Það sem ég hef venjulega notað. Minnir ég hef venjulega notað 3 mm með Baby Merino frá Drops en ég fór niður 2,75 til þess að minnka minnstu stærðina enn meira og svo náði ég að gera svona lítinn koll úr afgangnum á því. Áttur að kaupa tölur og þvo og svo lesa. Ég ætla bara að þvo allar baby flíkurnar bara rétt þegar allt er tilbúið og ég afhendi verkefnin. Og þetta er litur 43 og fallega blár litur og svo verður næsta sett hérna úr 45 og já, þetta er bara Baby Merino frá Drops. Þannig að ég er með tilbúið í næsta uppfit. Ég ætla að drífa mig að fitja upp á þeirri peysu og klára að gera og síðan er ég bara að bíða eftir að Gallerí Snotra fái nýju sendinguna sína af Drops-garni af því að næsta sett verður úr Merino extra fæn og þar að leiðandi aðeins stærra. Ég held ég að hafa sýnt ykkur uppskriftina af því í síðustu viku. Í síðustu þætti. Í síðustu viku. Mér ekki að veit. Síðan gerði ég peysu á Hrafntinnu og Erni Leó, sem 2 eldri barnabörnin. Himmi fékk bara húfu frá 66 krónur en hann færi örugglega peysu seinna í sumar. Ég gerði lofnót á Hrafntinnu í 4 til 6 ára stærðinni
og notaði hérna Baby 3-ply Wondersoft by Stylecraft og þetta svona 100% premium akríl og ég notaði það tvöfalt og þetta litur 1005 og það kallaði Vanilla. Þetta alveg lúna mjúkt og hún var alsæl í þessu og ég reyna að skutla inn mynd hér af því. Og þið sáu líka mynd af peysunans Ernis sem kom þarna á eftir Love Note og það var flags eftir Tin Can Knits líka. Við minnir að svo uppskrift sé frí á Ravelry og frábæri svona fyrstu peysu dæmi. Það þarf ekkert endilega að gera þetta garðaprjónsdæmi en af því að var með hana einlita þá fannst mér það bara sætt. Og ég notaði Merino 160 frá Austumann í hana, litur 235, lína í Gallerís Notu reyndar hætt með Austumann sem var alveg synd að þetta geðveikt gagn. En það var víst ekki allt hægt. Síðan fórum við hjónin norður á síðustu helgi ásamt bróður mannsins míns og konunni hans. Það eina fólk sem umgengist eitthvað að ráði í samkomubannu og við vorum öll að vera vitlaus úr leiðindum og ákvaðum að gera okkur dagamun og fórum á Hótel Kea þegar við vorum með geggja tilboð og vorum bara að slæpast. Það var ekkert planað nema heimleiðin var plönuð. Þá fórum við gegnum Siglufjörð og Ólafsfjörð og Dalvík og allt þetta. Fórum þá leiðin tilbaka og heimsóttum vin Möggu Mansa sem býr á Dalvík og fórum í geggja kaffiboð hjá honum og svona æðislegt. Nema það að mig vantaði verkefni til þess að dúlla mér í bílnum. Ég vissi að ég myndi ekkert vera mikið að prjóna nema bara í bílnum af því að þau náttúrulega enginn af mér þarna þar sem ég í áhugamálinu og ég var að horfa á nýjan podcastara íslenskan og hún heitir Prjónahornið, minnum alveg örugglega á YouTube. Það stóla úr mér algjörlega hvað hún heitir en ég fekk, hún var prjóna búin að vera að gera nokkra Oslohúfur eftir Petit Knit og ég var löngu búin að sjá þessu uppskrift en miklu hann alltaf fyrir mér að því að bresku podcastararnir þeir tölu alltaf eins og þetta væri bara lengsta prjón í heimi. Svo þegar ég fór þannig að ég var ekkert að stúdra uppskriftina neitt frekari, ég nennti bara ekki að pæla í því. Svo var hún að tala hana í prjónahorninu, uppskriftina, og þá áttaði ég maður að þetta var bara alls ekki svona mikið einhæft þannig, þó þetta sé einhæft afþekki. Fyrsti dagurinn sem maður minnur að vinna í bænum og það svefnin allir maður að vakna á öðrum tíma, skulum við segja. Þannig að ég ákvað að kippa með mér í átti Nord sem ég hafði aldrei prófað en sá að einhverju voru að nota í húina og meðal annars hún líka í prjónahorninu. Notaði það tvöfalt, svona 3,5 eða 3,75. Ég þarf að athuga það. Ef ég get fundið út úr því. Ég held að prjóninn liggi á borðinu inni í herbyggi. Og hér húfan. Það sem að, misskilningurinn hjá mér var alltaf að það var eins og þetta væri, að húfan væri bara öll tvöföld. En það bara kanturinn sem tvöfaldur og verður þrefaldur þegar búið að bretta upp á hann. Sem að mér finnst æði af því að ég svo viðkvæm í eyrunum. Þannig að ég gerði eina svona úr tvöfaldi gatni, mega þykk og lí og fín. Og bara falleg úrtaka á henni og bara geggja bílaprjón. Ég náttúrulega ekki að prjóna núna sokka, ég að bíða eftir sokkaprjónavélinni sem föst einhvers staðar í Ameríku núna. Og þetta var það fljót prjóna, ég var næstum búið með þetta þegar ég kom norður og var alveg komin bara með tremma fyrir hvað ég ætti að gera bakaleiðinni. Af því það ekki til Gatn og Akureyri eða þannig. Fór bara í kvillbúðina og græjaði málið. Fékk mér þar
Concept by Katja, Casual, Socks and More, Superwash. Þetta sem sagt, hvar fann ég þetta? Þetta 70% ull, 25% polyamid og 5% kasmír. Ofsalega fallegur og svona grænn litur, djúp grænn, og þetta litur númer 303 og ég gerði hann úr einföldu garninu, þannig að hún svona þynnri og léttari öll. Passar við á svona græna, hermannagræna síða úlpu, svona í léttari kantinum, og hún smell passar við hana ásamt nýja fallega sjálfinu mínu sem ég pröfuprjónaði fyrir hana design Sandra heitir hún. Hvar síminn? Ég ætla að fara að gáka. Ég með að hérna, ég að taka upp í símanum, þannig ég get ekki gáð, en hérna ég margbúin að tala sjálið. Það heitir Heima best og á Ravelry og alveg trufla fallegt, og ég gerði það úr ólífugræna silki merinogarninu frá henni Kristínu í Vatnsnesjárn. Og ég bara alltaf með þetta sjálf, ég á bara í erfiðleikum með að skipta því út, sko. Bæði það svo klæðilegt, eða þú veist, sniðið á því þetta hefðbundna þríhinda og mýktin í garninu og hlýjan úr silkinu. Ég bara bý í þessu sjali. Og þessi húfa, þannig að þá bara kettlingin orðin bara helgræn alveg í gegn núna með húfu í stíl við rest. Og hérna, þá held ég að klárin séu upptalin. Þannig að þetta með barnapeysuna kom pínu óvænt upp á. Það bara kom beiðni að mamma myndi gera peysur og þetta kastar þá bara amma öll frá sér og gera það. Og ég vildi vera búin með þau voru nefnilega að koma öll börnin okkar og tengdabörn og barnabörn í fyrsta matabóðið í nýju híbýlunum okkar. Og voru hérna á laugardaginn. Við höfum ekkert hitt þau í banninu að ráði, bara svona í fjarska, hist út í garði og svona. Þannig að það var alveg, ég bara hef ekki verið svona glöð í marga vikur eins og á laugardaginn þegar þau voru komin hérna og allt komið út allt í dóti og bókum og gleði og gaman. Nú síðan eru þá bara verk í vinnslu eftir og ég var búin að segja ykkur frá okkur svaka setupi hjá mér í sambandi við að halda dampi í teppunum. Það klúðraðist alveg út af þessum peysum, þannig að það bara, og líka út af einu teppi sem bara heltók mig. En ég ætla að byrja aftur í dag á að hérna fara aftur í að vinna eitthvað að því ég er með 7 teppi gangi, að hvert teppi á sinn dag sem ég verð að vinna eitthvað í því. Þannig að síðasta teppið sem var í rútíninu hérna teppið bugða eftir hana tinnu sem ég að gera úr einföldum plötulópa handa mömmu minni, og síðan byrjaði ég á barnapeysunum á þriðjudaginn og hef ekkert unnið í neinum teppum síðan, bara klára það. Lík því, ég vann í einu í gær. En ég semst bara að vinna upp afgangar sem voru hjá, eða plötulópa sem var hjá mömmu minni, og ætla henni svo teppið þegar að þetta verður tilbúið. Og þetta bara mjög svona þægilegt chill hekl. Herri, já, best að færa hérna loksins diskinn. Ég sérst var hérna sem ég sýndi ykkur síðast og núna færi ég prjónamerkið sem diskur upp í þetta bláa. Svo við sjáum hvort ég standi mig í þessu. Þetta bara hérna geymt í körfu fullt af alls konar afgöngum. Síðan það veðurteppið. Missti nokkra daga úr og bara skáldaði hérna það sem vantaði.
afsakið lætin, þetta uppstælin örugglega klára. Ég ekki búin að gera mikið síðan við sáum síðast, ég bara þetta fjólubláa. En þetta orðið það sítt og ég ætla að hrafntinna þetta teppi. Ég hugsa bara hreinlega að ég klári hérna að taka hitatölunar í maí og láti svo þar við sitja. Ég er búin með janúar, febrúar og er komin inn á 7. mars. Þannig að svona, já, maí, júní, og þá er sennilega komin bara full lengd á teppið. Og þá er ég ekkert að halda neitt eitthvað frekar áfram með það. Ég sé til, ég þarf bara að reyna að passa mig á að vera duglega að taka niður allavega hitastigið í það, því að svo þegar ég sest niður og prjóna í því, sérstaklega ef ég er að hlusta á hljóðbók, þá ríkur það áfram eitthvað neginn. Ég er ekki mjög góð í að hekla og horfa á sjónvarpi. Ég þarf að horfa á heklið, ekki eins og með prjóni, ég get alveg horft á sjónvarpi og prjóna. Síðan er það sem á hugminn allan og það er hérna starflanketið eftir hann Stephen West sem að ég kalla COVID-teppið mitt. Ég man ekki af hverju prjónamerkið er hér, en ég var ekki alveg búin með stjörnuna síðan þegar ég sýndi ykkur hana. Það minnir mig pínlítið á lakkrís eitthvað nefn þetta hérna. En ég er bara í rauninni að grípa grípa bara svona upp úr pokanum næsta og næsta lit. Þetta á að vera svolítið svona bara lýsandi fyrir COVID ástandi. Ég sé að ég klúðra eitthvað í miðjunni hérna, en við gerum bara eitthvað sætt hérna, eitthvað dúllu hérna ofan á eða tölu eða eitthvað, gerum eitthvað við því. Og síðan er ég bara að byrja að prjóna núna hring eftir hring eftir hring. Ég er að fara detta aftur í garðaprjón hérna með nýjum lit. Þetta er bara of skemmtilegt. En það er sko þetta á föstudagana þetta teppi, en það er ekkert sem bannar mér að prjóna meiri í því. En þetta er æði. Og maður er einhvern veginn, mann finnst ekkert maður að vera að prjóna teppi. Ég veit ekki hvað mér finnst ég vera að prjóna. En þetta verður æði. Fínt kannski að vinna í þessu líka þegar það er svona svalt úti. Af því að eins og með öll teppin, það maður þarf eiginlega bara að drífa því strax morguninn að vinna í þeim áður en maður fyrir að kafna úr hita. En ég mæli innilega með þessu. Þetta er náttúrulega geðveikt í til þess að eyða upp afgöngum af DK-grófleikanum eða tvöföld fingering eða hvernig sem það er. Og það er alveg góða leiðbeiningar með hvernig miðjan á ekki að verða eins og hjá mér, en hérna lögum það. Látum það ekkert bögga okkur. Síðan er það þá bara, ég vann ekkert í hinum teppunum til þess að sé eitthvað til þess að sýna. Ég gerði reyndar kláraði eina dúllu af gráum í Northeasterly, fyrstu gráu dúllunni. Nei, ekkert Northeasterly, From Grandma with Love. Þannig að ég er þá formlega rúmlega hálfa með það. Síðan er ég að fara að gera bara svona hjálmhúfu úr hérna, tvær svona úr Baby Alpaca Silk. Alltaf gott að eiga þær. Það er bara að nota stash-byrðirnar mínar. Síðan er ég búin að vera að horfa lengi á hérna Diaphanous Raglan eftir Jessie May Martinson frá Jessie May Designs. Og hún lítur einhvern veginn svona út. Það er semst móhair í ermunum. Og svo er hitt bara eitthvað gagn. Og ég fór niður í gallerísnotur daginn. Sá það að hann var komið nýtt
gard sem heitir Dolce frá CE2VEC og þetta Kid Mohair. Lítur svona út, það svart og það mohair í því. Þráðurinn svona. Þetta gefið upp á prjónastærð 6. Það 16 lykkjur á 10x10 cm. Þetta eru cirka 150 metrar í 50 grömmanum. Þetta svona sportis grófleiki. Og þetta 60% Kid Mohair og 40% akríl. Þannig að það verður í búknum og stroffinu á peysunni. Og síðan ég bara með svart Kid Silk Mohair frá Drops í ermunum. Þannig ég að fara að byrja á peysun á mig. Hlakka ógeðslega til að byrja á þessari. Ég þarf bara, núna fyrst að bóndinn farin að vinna viku í bænum og viku heima og þarf ég að fara stúdera þessu svolítið. Ég hefði getið verið löngu að byrja á henni, eða í vikunni, en ég bara einhvern veginn, ég er búin að fara að bíða svolítið eftir að hann fara söður. Ekki það, ekki það að við unnum okkur eitthvað illa saman eða svoleiðis, það bara einhvern veginn, já, sumt bara þarf ég ekstra næði í að byrja á og bara svona, já, minn tíma. Nú, svo auðvitað fullt af öðru á leiðina á prjónuna. Ég ætla að fara að gera Painting Bricks sjalið. Var næstu í byrju á því í gærkvöldi, svo nennti ég ekki vinda upp hespuna í aðalitnum. Þannig að það býður. Og svo ég með 2 aðra peysur á prjónunum sem bara svona í augnablikinu einhvern veginn í time out. En núna ég svona, sé ég fyrir mér að ég get fara að taka á því svona einhverju ráði. Leið og ég líka búin með baby prjóni, þessa baby peysuna sem ég á gatnið í, þá einhvern veginn, ef ég með eitthvað svona sem að, þó að sé langt í að börnin fæðist og fara að nota, en ef að ég að gera eitthvað fyrir aðra, þá vil ég einhvern veginn alltaf helst bara drífa það af. En í pokan. Hvað stendur hérna? Skil ég ekki, já. Já, ég bara að lesa það sem ég ætlaði að fara yfir. Í pokan, ég bara réði mér ekki fyrir kæti þegar ég sá að hún Salome, dóttir Dævorks, var loksins búin að opna netverslun. Og ég var ekki lengi að henda mér þangað inn eða svona, jú, ég var nú alveg í smástund að henda mér þangað inn því að ég hefði alveg getað keypt allt sem hún með þar. En það kannski ekki alveg hægt. En ég hendi mér þangað svo inn fyrir rest og fékk mér 2 svona 50 gramma hespur, Unicorn Farts og Vintage. Og þetta svona, ég sé alltaf þessa liti fyrir mér þegar ég hugsa Salome. Hún alveg úper hress og glaðleg og vígaleg persóna og yndisleg kona og mér finnst þetta að vera svona hún. En þetta meira ég. Og ég alveg staðráðin í, af því að ég veit að 50 grömm duga í sokka á mig og svo ég með nota í annan lit í stroff, hæl og tá. Þetta fyrir þegar ég var búin að mastera sokkaprjónavélina og þá þetta spes sokkar á mig. Þannig að þetta 75% súpuvós merin og 25% nælon. Þannig að það perfekt í sokkana. Og þó svo ég sé að fá mig sokkaprjónavél, þá ég nú ekkert hætt að prjóna öðruvísi sokka, þó ég sé bara alveg slökuð í augnablikinu. En það verða náttúrulega allar sokkaprjónar að eiga þessa bók. Ég held að hún væri bara uppseld á landinu. Nei, þá Saló með hana í vefversluninni og mjög góðu verði. Þannig ég feg mér hana og hún guðdómleg. Hún svo falleg.
svo fallega myndir í henni og bara, ég get bara flett henni endalaust bara til þess að skoða myndirnar. Það væri náttúrulega alveg bilaðislega geggjað að bara prjóna sig í gegnum hana. Það væri alveg eitthvað. En það væri þá eitthvað sem ég myndi bara gera hérna heima því að ég færi náttúrulega fyrir það fyrsta alls ekki að fara að ljósa þetta allar uppskriftirnar úr henni til þess að hafa þetta með mér út á við. En svo má líka bara eiga þetta sem augna yndi. Ég bara datt ég að flettinni. Þetta er frá Lane, 52 Weeks heitir hún, af sokkum. Og náttúrulega Salome ákvað að drífa sig í að opna vefverslunina því að nú er náttúrulega búið að fresta öllum prjónahátíðum í sumar og nýkomið að Hrafnabjörg verða ekki, sem er náttúrulega einn af svona stæðstu sölu helgunum hjá handverksfólki. Þannig að við bara verðum að vera duglega að styrkja handverksfólki okkar svo að geti haldið áfram í rekstri. Nema hvað, þetta var ekki allt. Og ég held að sem er sér pakki og pósthúsi. Ég er að halda hjólum atvinnulífsins á Íslandi gangandi. Ég bara stend mig gríðarvel í því. Síðan er hún Edda í Garðbúð Eddu með tilrauna eldhúsið þar sem hún fekk allavega 3 handlitra með sér í samstarfi að hún lætur þær hafa svona innspómyndir og þær eiga að búa til hespur eftir því. Hex var með fyrsta tilrauna eldhúsið og ég var búin að sýna ykkur það sannlega í þar síðasta þætti. Truflaða hespu, bara ég held eiginlega að Edda hafi bara sendt henni sennilega mynd af mér af því að hún var svo helgulega þessi hespa. Og síðan er systrabönd næst í röðinni og það var líka bara ofboðslega fallegt og ég stóðst náttúrulega ekki mátið. Svo er Kristín með 3. og ég veit, ég eiginlega bara get fyrirfram panta hana því að hún er bara með mína palettu. En þetta er tilrauna eldhús númer 2 frá systrabönd. Svakalega falleg. Og þetta er 85% súpahús merino og 15% nælon. Þessar tilrauna eldhúshespur munu bara vera svolítið upp á punt hjá mér til að byrja með. Óbáslega fallegar. Mér finnst það algjör snilld. Edda náttúrulega bara, hún er bara farin að ligga við að bara, jæja, herðu, það eru komnar hespur, þú þarft ekkert myndir að ég bara sendi þér. Þú bara borga mér og ég sendi þér. Það er eiginlega að verða þannig hjá okkur. Svo fekk ég svona krútlega prjónamerki með kaffibaunir. Nú ekki meira, gæti ekki verið meira viðeigandi fyrir kaffifíkilinn mig. Talandi það, ég var að loksins að láta vaða að smakka espresso martini og mér fannst það svo gott að ég fekk mér 2 glös viðbót og svo ætlaði ég aldrei að geta sofnað af því ég bruddi líka baunina sem hún til skraut ofan á. Gerði þetta á föstudagskvöldinu á Akureyri. Var svo eins og vökustaur alla nóttina, stútfull af koffíni. Það er rosalega gott. Nú, þá er komið bara þetta sem að datt í pokann og svo Guðlaug í þráðum á YouTube. Hún er komin aftur, ógeðslega gaman. Glöð að sjá hana vera komin aftur í podcast samfélagið okkar og sjá hvað hún er að gera. Hún er á kafi í mynsturprjóni núna á húfum og svo leiðis og bara er að gera mjög skemmtilega hluti og mjög svo gaman
að horfa á hana því að hún alveg hinum megin á litapalettinu heldur en ég. Hún öll í þessu rauð og bláa og meðan ég í öllu þessu gula, græna og pastellita og og hún svona bara lætur vaða rosalega mikið í blöndun og gatni og svona eftir ég fór að fylgjast með henni þar þá fór ég á sínum tíma þá fór ég einmitt að láta vaða meira í að þú veist, vera ekki upptekin að því að þetta væri yrði alltaf vera DK frá Kristínu í Vatnsnes heldur mætti vera líka DK frá systraböndum og Vestvúl og já, hún er búin að vera rosa prjónastuði núna eins og svo margar aðrar konur og kallar í ástandinu og svo er náttúrulega prjónahotnið og svo er það Fanney hjá systrabönd, hún kemur líka reglulega með þætti og svo prjónahornið, þetta nýja sem eru komnir 2 þættir af, kannski 3, ég man það ekki. Þannig að það týnist inn og svo er maður náttúrulega bara að horfa á sitt svona hefðbundna podcast. Nú, töskurnar eru á sínu stað inn á like-síðunni minni verkefni töskur Helgu. Týnist smám saman út þar og þetta er síðasta upplagið í bili. Já, ég lét nánast þetta litla sem ég átti orðið eftir af efnum og lager, það er allt á leiðinni í ljósið núna, þessum tölugu orðum, þannig að ég er ekkert að fara í neina framleiðslu fyrir en að allar samgöngur verða orðnar auðveldari að utan svoleiðis að því að þessi svona sérefni hef ég verið að panta að utan og það bara þýðir ekkert að vera auga við það núna þessa stundina. Og ég líka eins og ég segi, mér finnst þetta vera orðið svolítið mett það sem ég hef verið að gera og ég hef ekki endalaust pláss og ég ætla að einbeita mér að því að koma þessu sokkaprjóna dæmi svolítið í gang almennilega. Nú, já, við fórum á Akureyri og þvældumst og löbbuðum og rúnduðum og borðuðum og drukkum og bara höfðum það ógeðslega gott. Hefði átt að vera út á Spáni í þessum tölugu orðum en út af sollu, eins og ég kalla þetta, að þá erum við ekki þar. En fyrir bara næsta ári, það er ekkert mál. Við erum að fara í brjálaðar framkvæmdir á húsinu, það er að koma vinnupallar í dag eða á morgun og svo verður bara að byrja að rífa þakið af húsinu. Skiptum það. Og það stóð alltaf til, við vissum alveg af því. Og þannig að það verður fjör næsta mánuðin eða svo, vonandi verður bara veðrið til friðs, svo þetta gangi hratt fyrir sig. Við vorum með fyrsta fjölskyldu matarboðið á laugardaginn og það var bara yndislegt. Við vorum að sjá tvíburabumbuna okkar í fyrsta skipti. Vorum náttúrulega búin að sjá hann áður en við vissum bara ekki þá vissi enginn að þarna væru 2 litlir einstaklingar að malla og bara dásamlegt að sjá hinn krílin 3 og börnin sín og tengdabörn borðum sushi og lambahrygg og alls konar og svo slafraði í sig bara ís og kaffi og malað þangað til börnin voru hann uppgefin litlu og já, hlakka bara til að koma þessu eftir í rútínu. Auðvitað riðlast það náttúrulega svolítið yfir sumartímann en ég meina, það er ekkert bannað að bjóða mér mat á miðvikudegi ef það hentar betur. Já, svo er bara, við erum búin að vera að dytta garðinum og það fylgdu með, eða það voru einhver útihúsgögn sem voru ansi illa út leikinn og við í húsfélaginu ákvaðum bara að flika upp á það og ég er búin að vera að dunda mig við að mála það í lit þannig að ljótleikinn hverfi af því að þau voru alveg brúkleg en lit bara var svo illa út þannig að ég er búin að vera að mála hann heitir Labrador liturinn og málaði líka bílskúrshurðin okkar þannig í leiðina því að hún er inn á pallinum og leit hræðilega illa út þannig að það er allt svona
Það verður að flikka upp á. Við erum að hreinsa öll beðin hérna af gróðri og það verður bara sett gras í staðinn. Mikið af börnum minna og bara að gera að leyfa þeim að hafa pláss til þess að leika sér í. Já, svo bara núna þessa viku er húsbóndinn að vinna í Reykjavík og næstu heima og svo er spurning hvenær þetta fer að breytast bara alveg aftur. Það styttist líka í sumarfrí hjá honum, þannig að það var svo sem ágætt að fá pínu pásu núna. Þannig að ég er að fara að upplifa mínu fyrstu viku hérna, alveg heila viku, eina hérna yfir daginn, þar sem hann er ekki, sko. Og ég er búin að panta fullt af vinkonum í kaffiheimsókn og svona, því ég hef einhvern veginn ekki kunna við að vera að fá fólk hérna yfir daginn meðan hann er að vinna. Af því það truflar, það bara gerir það, þó hann getur lokað sig af og þá er það bara öðruvísi. Þannig að ég hef ekkert verið að hvetja fólk til þess að koma, frekar dregið úr því. En núna er ég búin að opna upp á, þannilega upp á gátt, náttúrulega með þeim fjötrum sem okkur er enn sett. Það er ennþá samkomubann þó að við séum orðin fleiri sem eigum hittast. Að það er svo margir sem segja núna að samkomubanni sé búið en það er bara ekki þannig. Við erum bara, það má bara vera max 50 saman í einu. Það breytist ekkert annað en það að fjöldin jókst. Crossfiti mitt byrjað en það er bara úti og takmarkaður fjöldi. Boxið opnar vonandi 25. maí. Ég er búin að fara á eina svona útiæfingu en ég er með miklar taugaskemmdir í lærvöðunum og þær létu á sig kræla þarna á þeim tíma. Þannig að ég fór svo ekkert meira á útiæfingar. Ég ætla að sjá hvort ég geti fara á miðvikudaginn. Sjá hvernig ég verði upplöguð þá í fótunum til þess að fara. En ég get hjólað, ég get alltaf hjólað. Þannig að ég tek það bara í staðinn. En ég hef svo sem ekkert meira að tauta í ykkur. Ég er bara stefna á að vera hér aftur eftir það bil 2 vikur. Og þang til þá bara óska ég ykkur góðra og gleðilegra handavinnuvikna. Og við sjáumst hress þá. Takk fyrir og bless bless.